Jæja, velkomin í þessa yfirferð okkar, þar sem við ætlum að rýna beint í eitt af mest heillandi og eiginlega ruglingslegustu fyrirbærum enskra tungu. Við erum að fara að brjóta upp kóðan og skoða hvernig raunverulega er hægt að ná fullum tökum á enskum orðatiltækjum. Þetta snýst sko ekki bara að læra einhverja orðabókur utan að, heldur að átta sig á bæði menningunni og lógikinni á bakvið hversdagslegt tal. Vindum okkur beint í þetta. Hvers vegna í ósköpunum ætti nokkur maður að setja fæturnar upp í sig? Hvaða vitir í því? Þetta sýnir nefnilega alveg fullkomlega hvernig beinfíðing fellur hreinlega sjálfa sig þegar kemur að enskum frösum. Að reyna að skilja þetta bókstaflega framkallar eiginlega bara alveg stórfurðlegar og kómiska myndir í hugan. Sko, hér er lykilatriðið, hin gullna regla sem við verðum að hafa á hreinu. Til þess að skilja svona frasa verðum að algjörlega að horfa framhjá stökum orðum. Heildin er einfaldlega allt annar hlutur en summa varahlutana. Orðin geta þýtt eitthvert fyrir sig en sett saman verða þau að alveg nýjum heimi. Fyrir alla sem stefna á mikla enskufærni eða vilja bara geta átt eðlilegar hversdagslegar samræður á nokkra áreynslu, þá er algjörlega nauðsynlegt að sigrast á þessu. Þetta er bókstaflega lykillinn að því að hljóma náttúrulega. Annars endar maður á að skilja hvert einasta orð en hafa samt enga hugmynd hvað fólk er eiginlega að tala um. Byrjum á fyrsta hlutanum. Klúður og slæmar aðstæður. Nánar tiltekið þegar maður gerir mistök og endar á að gera illt verra. Og þetta sýnir mátt andstæðina alveg hreint frábærlega. Annars vegar er það hinn líkamlega og frekar sóðalega bókstaflega merking að stíga ofan í eitthvað klístrað. Hins vegar er raunveruleikinn sem er jafn sóðalegt klúður í miðjum samræðum. Einhver segir eitthvað virkilega vandræðalegt, alveg óvart. Kíkjum að þetta. Hér er raunverulegt dæmi sem dregur upp alveg rosalega kunnulega og pínulega mynd. Hér sést fullkomlega hvernig hægt er að móðga móður einhvers bara af einskærri óheppni með því eina að tala áður en hugsaðar. Flest okkar kannast örugglega við nákvæmlega þessa tilfinningu. Hér erum við að fara beint úr líkamlegum meiðslum yfir í andlegt uppnám. Þetta fangar á snilldarlegan hátt það þegar slæmstaða er gert stórum verri. Hugmyndin er að gera hreinlega eitthvað oft óvart sem kveikir enn meiri reiði ofan á gamla sárið. Sjáu þetta, hér er bókstaflega verið að bæta gráu ofan á svart. Þetta lýsir svo vel þessum rosalega pirringi þegar maður fær til dæmis eitthvað fáranlegan aukakostnað eða reikningssettan beint ofan á atburð sem nú þegar algjör martröð. Reiðin brýst eðlilega fram þegar svona gerist. En beinum nú sjónum okkar frá þessum klaufaskap í smástund. Hvernig í ósköpunum ætli sænska tungan fangi gjörólík hugtök eins og til dæmis að spinna eitthvað upp, beita leynilegum brögðum eða koma stórkornarlegum aðgerðum í gang? Sem færir okkur beint á hluta 2. Stefna og framkvæmd, sem sagt það koma hlutum almennilega í verk. Sko, hugmyndin að spila eitthvað bókstaflega með eyranu hljómar eiginlega alveg út í hött. Varla er verið að pikka hljóðfæri með hlusni, er það? En raunverulega merkingin á bak við þetta lýsir á gríðarlega nákvæman hátt þeirri algengu stöðu að þurfa bara að spinna hlutina jafnóðum á nokkur skipulegs. Tökum þessa tilvitnun sem dæmi. Hér málar orðatiltækið upp frekar taugastrektali mynd, eiginlega dálítið stressandi. Það að þurfa að fara inn í erfiða samræðu við pappa sinn algjörlega án handrits eða ræðupunkta og verða bara að hlusta og bregðast við. Það þarf einfaldlega að láta vaða. Og svo er það næsta. Bókstaflega merkingin minnir á gamlan brúðumeistara að stýra brúðum sínum, en svo raunverulega er eiginlega mun áhugaverðari. Hún snýst að nota áhrif og völd í laumi bak við tjöldin til að opna dýr. Stjórna málum ósýnilega til að koma hlutum í gegn. Þessi setning dregur virkilega vel fram hvernig hægt er að nota hulin sambönd til að bjarga málum, sérstaklega í harðri krísu. Að geta að vippa sér bak við luktardýr, tala við rétta fólki á réttum tíma og fengið greiða gerða. Og orðalagi gerir þetta allt miklu meira spennandi. Frá leynimakki yfir í stórar og opinskáar hóparðir, svo athöfn að ýta þungum bolta af stað þýðist hér alveg fullkomlega yfir í það að hefja ferli sem útheimtir heilan hópa fólki. Leið og boltin veltur, skapast greiðhungi og þá leggjast allir á eitt. Skipulagning funda. Þetta hlýtur að vera klassiskasta fyrirtækjadæmi sem til er. Að koma þessu af stað og fela hópi ábyrðina á því að halda ferlinu gangandi. Boltin er farin að rúlla og nú verður bara fylgjónum eftir. Svo við draugum þennan þátt snögt saman. Við vorum hér með 3 magnaða frasa aðgerðir. Maður spinnur í erfiðum aðstæðum, maður tókar í spotta til að nota leynda áhrif eða hrindir stóru ferli úr vör með því að rúlla boltanum af stað.
Þetta eru ótrúlega hagnýtt verkfæri í tungumálinu. En hvað gerist eiginlega þegar þessi algjöra öfgafulla viðleitni mæti þeirri endalega og svakalega erfiga ákveðum að gefast hreinlega upp þegar þrjóskan dugar ekki lengur? Það fari okkur að þriðja og síðasta hlutanum, viðleitni og uppgjöf, sem sagt að leggja allt í sölurnar gagnvart því að játa sig sigraðan. Hér fáum við frábæra myndræna lýsingu og hámarks viðleitni að velta við hverjum einasta steini á jörðinni. En raunveruleikin að baki þessu snýst auðvitað að fullreyna raunverulega hvern einasta valmöguleika. Að gera hreinlega allt sem mannlega er mögulegt, alveg hversu langsótt það gæti virst. Þetta orðatiltæki fær rosalegan þunga í svona samhengi. Að velta við hverjum stein í friðaviðræðum sýnir nákvæmlega hversu öflugt og alvarlegt þetta er. Þegar virkilega stóri hlutir eru í húfi, þar sem samningamær skera upp herur til að finna sameiginlegan grundvöll. Á hinum endanum er það auðvitað uppgjöfin, að kasta handklæðin inn hringinn. Við þekkjum þetta á nefaleikunum, en í hversdagsmáli er þetta nákvæmlega stundin sem viðkomandi hreinlega hættir, viðurkennir ósigur og, gefst bara alveg upp á verkefninu. Þessi tilvitnun úr stjórnmála heiminum grípur alveg þannan beiska harða raunveruleika uppgjafar. Sérstaklega er þetta notað þegar leikurinn er bara tapaður, starffræðilega ómögulegur og eina vitið er hreinlega að lífa fólki við frekara tjóni og kasta inn handklæðinu. Jæja, þá erum við komin að lokum þessarar yfirferðar. Þá hlýtur maður eðlilega að spyrja sig, hver af þessum bókstaflegu þýðingum dregur eiginlega upp fáránlegastu myndina? Hvaða fleiri dreppfindnu eða stórfurðulegu þýðingar leynast í hversdagsmálinu sem eiga eftir að láta okkur klóra okkur í hausnum? Tungumálið er endalaus brúnur og raunverulega merkingin miklu áhugaverðari en orðin sjálf. Hafið eyrun opin næst þeirra innfæðir grípa til orða. Takk kærlega fyrir að fylgjast með. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.